Þetta ekki flókið. Gluggar á glerdeildin og það topprödd 12 á 50-daginn og það loka kvöld, góðu gestir, það 19. mars. Húsið opnar að sjálfsögðu aðeins fyrr. Það byrjar kl. 19 og hér ég með Kerkat-liðið eins og leggur sig ásamt þjálfara, Silvíu, og við ætlum að byrja bara á stelpunum. Hvað segið þið, stelpur? Við segjum bara gott. Við erum bara mjög hressar. Æfing búin í kvöld? Já, gekk bara vel held ég. Já, búið að ákveða hver í liðinu í kvöld? Já, það ekki. Svona nokkurn veginn? Svona nokkurn veginn, en það önnur æfing á morgun. Ekki gefið upp ennþá sko. Nei. Já, það auka æfing. Við erum alltaf að æfa okkur. Við erum alltaf að æfa okkur. En hvað, þetta skemmtilegasta kvöldi sem framöndan? Já, er það ekki? Við verðum að segja það. Mest spennandi? Já, það reynda búið að vera bara mjög gaman öll kvöldin, myndi ég segja. Ég held að vera skemmtilegast á slúttinu. Skemmtilegt á slúttinu? Slúttinu og tjúttinu. Tóku þið sem þátt til að vera með í slúttinu? Nákvæmlega. Við ætlum ekki að missa tjúttinu á slúttinu. Það er rétt. Eru þið sammálaðum? Já, ég er algjörlega sammála. Já, það slúttkvöldi sem skiptir máli? Já, það kemur náttúrulega bara í ljós. Þetta er bara búið að vera frábært. Öll keppniskvöldin bara þvílík stemming og skemmtilegt. Þá líka alltaf að fagna góðum árangri loksins. Við erum búin að vera alltaf í miðjunni. Við erum búin að vera að malla þar, þannig að við ætlum að fagna einhverju góðu á föstudaginn. Hvernig er búið að hafa þjálfara með sér? Bara frábær þjálfari, búin að læra helling, bara æðislegt, gaman, skemmtilegt lið og bara, þetta er bara stórkostlegt. Þetta er stórkostlegt? Já, mér finnst það. Ekki láta þetta andlit blekk ykkur, hún getur verið grimm. Hún er með sparibrók. Silvi, er þetta rétt hjá þeim? Ertu grimm við þar? Ég er ekkert að taka papp á það sko. Nei. Það er svona hálfvegis. Já, þú fær helminginn. Já. Er það ekki líka bara gott? Dugar það ekki? Jú, reyna að framkalla það besta svona á ákveðin en samt svona smúðhátt. Svona jákvæð? Já, svona jákvæð uppbygging. Hvað er fyrir þig sem þjálfara, hvað er búið að vera skemmtilegast í þessu öllu saman hjá þér? Bara allt saman. Sko, bæði það að vera þjálfari eða kennari, það er ekki bara það að hjálpa fólki með hestana sína og hestunum með knapana sína. Þetta lærir maður sjálfur svo mikið að því. Já, það er svoleiðis. Já. Ert þú á áhorfendapöllunum að taka þátt þegar það er í keppni? Ert það að hjálpa þeim á baki og svona? Því miður þá hef ég ekki komist en það verður breyting á því núna. Já, þú ætlar að vera á 5. daginn. Já. Ef heiðarnar verður ekki lokaðar. Fávita veður. Já, þetta er náttúrulega veður út í vond núna en við erum í góðri höll. Þið eru ánægð með aðstöðuna? Algjörlega frábær aðstöða, bara frábært að geta aðstöða hérna Þetta er til fyrirmyndar. Já, Algjörlega. Eru- Frábært framtaka að halda þessa deil. Er eitthvað klárt á loka kvöldinu? Af því að það er nú kannski, Dressið, já, ertu að meina ég er að tala ekki tölti sko á 5. daginn heldur á slúttinu. Er búið að ákveða klæðna fyrir það? Og ákveða greiðsluna. Já. Það er svolítið atriði. Þannig að þetta er bara eins og gengur bara brjálu stemming. já, Það er rosa algjörlega gaman. brjálustan. Ætli að vera með á næsta ári? Ekki spurning. Það eru byrjaðar að æfa. Við erum alveg. Já, það er bara svoleiðis. Já. Ertu ánægð með stelpunar? Nei. Nei. Jó, auðvitað. Það eru æði. Þetta er bara frábært. Er eitthvað sett að þú tekur út úr þessu öllu saman? Ég bara reynslu. Já. Þetta fer í reynslubankan. Bara bæta og bæta og bæta og bæta í? Maður bara reynir að gera sitt besta og betur getur maður ekki gert. Aðeins betur en það sem þarf, er það ekki þegar handbóltalands Já, eitthvað svo leiðis. Já. En maður gerir sitt besta. Það snýst það. Ein spurning í lokum fyrir ykkur allar og ég bið ykkur að svara í einum kór, hvað er besta liðið? Þetta er einfalt, þetta er skemmtilegt, þetta er gaman og ég veit að það verður tróðfull höll, þannig að það er að gera mæta 1, 2, 3 og vera viss. Það er frítt inn, áttu ykkur á því. Takk fyrir mig. Takk fyrir stelpur. Takk fyrir okkur. Ég hélt að hamingja væri blekking sem kæmi ríðandi á hestum eftir fjöruborðin með braki og brestum færandi fenginn sinn örum. Ég sem hélt að hamingja væri ský sem fíflin laupa öll á eftir vöknu upp með útópísk næsku drauminn fyrir bí því engin hamingjum að hreppir. Hlakka til. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.